Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Nú eru síðustu sumardagarnir að líta dagsins ljós. Ég fann það glöggt í morgun þegar ég ætlaði að tína blóm í vasann. Það var eitthvað fátt fína drætti en ég fann þó vallumal og puntstrá og eitthvað svona gulmuru eða möðru. En þátturinn í kvöld eru blandaður. Við ætlum að heyra berjadag í Ólafsfirði, sæludaga í Skagafirði, tala við séra Hannes Örn Blandón, heyra af hjúkrunarfræðinu á Akureyri sem sprungin og svo fáum við tónlistaratriði í lokin. En til mín í sófann komin Ólöf, hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Þetta að bresta bara á morgun? Í kvöld. Í kvöld? Já. Fimmtudagur og það þýðir að berjadagur að byrja. Já. Í 20. sinn? Í 20. sinn, og þetta öll helgin eða hvað? Já, þetta tegist núna tegist þetta til sunnudags. Af því að við ætlum að vera svona þannig morguninn á sunnudaginn aðeins með djass og berjamessu. Já, þetta kombóið tónlist og ber. Já, einmitt. Skemmtilegt. Hvernig fer þetta saman? Þetta fer mjög vel saman og ég til dæmis lauk síðustu hátíð með því að sitja í eldhúsinu hjá Bökku frænku minni og fá dýrindis aðalbláber með rjóma og sykri. Já, eru aðalbláber í Ólafsfirði? Já, þar náttúrulega svo mikið berjaland, þar eru svo sæt og svört aðalbláber. Þannig að þetta fer mjög vel saman og þarna náttúrulega fólk sem stundar berjatíðslu sem bara heilsurækt og ég svo lánsöm að eiga kraftmikinn frænda sem píanóleikari og heitir Örn Magnússon og hann stofnaði hátíðina árið 1999. Og við ákváðum að halda upp á þetta 20. skipti. Þannig að það í rauninni strangt tekið 20 ár næsta sumar, en 20. skipti það gildir. Því að hvert eitt sinn kraftaverk, hvert eitt sinn alveg bara á ég að gera þetta aftur. Þetta hlýtur að vera töluverður undirbúningur. Það er mörg tónlistaratriði á dagskránni. Ætlar að stikla á stóru svona yfir það helsta eða? Já, þetta eru svona 3 aðalviðburðir alltaf. Það eru svona föstu skorðurnar á hátíðinni. Það er fimmtudagskvöld klukkan 20 í Ólafsfjarðarkirkju, föstudagskvöld klukkan 20 í Ólafsfjarðarkirkju og síðan förum við í menningarhúsið Tjarnarborg sem er stórkostlegt tónleikahús. Þar það einnig kvöldið og Hundur í óskilum ætlar að svona klára þessa aðalhátíð með íslenska sönglæginu með tónleikum. En skemmtilegt. En ertu eitthvað búin að undirbúa, eru berjatínslu til sölu eða tínur? Eða kemur fólk bara með dallana sína? Nei, en ég hef sett inn í rauninni frá því í fyrra. Svona nýtt element þannig að þeir sem að koma á hátíðina geta hitt flytjendur í göngu sem við skipuleggjum ásamt ástríðufullum göngugörpum í Ólafsfirði og eru íbúar þar og þekkja náttúrulega fjallagrösin, finna þau, skilurðu, hvar eru þau og þekkja náttúruna þarna þannig að þau leiða okkur inn á réttu kindagöturnar til þess að finna ber og það afar skemmtilegt að segja frá því. Klukkan 12 á laugardaginn hádegið ætlum við að hittast á Kaffiklöru. Og mega allir koma? Og allir mega koma í göngu. Og þetta er bara létt, 2 tímar, eins og ég segi kindagötur og vonandi verður ekki þoka. Nei. Eins og svo oft í Ólafsfirði. Þessi hátíð alla helgina, hún byrjaði í gær ekki satt? Og bara stendur fram á sunnudag? Já, og í kvöld hátíðarkvöld í Ólafsfjarðarkirkju. Þar kemur fram hinn ástsæli Bjarni Frímann Bjarnason, píanóleikari og Kristján Jóhannsson, tenorsöngvari, Eyjólfur Eyjólfsson, tenor og ég sjálf fæ að spila stórt hlutverk og Vera Panits fiðluleikari. Þannig að það verður svona þetta sem hefur verið svona svokallaða leggja í púkk kvöld, lokakvöld á berjadögum sem hefur verið á laugardagskvöldinu. Það í kirkjunni á þessu sinni og ég vil fá alla Ólafsfirðinga í Ólafsfjarðarkirkju til þess að hlusta á Kristján Jóhannsson syngja íslensk sönglög. Og klukkan hvað byrjar þetta? Þetta klukkan 20. Já, akkúrat núna þegar þátturinn fara í loftið. Drífið ykkur, hlaupið. Já. Og svo á morgun á laugardag? Þá ætlum við að fara í gönguna og Hundur í óskilum klárar allt heila gillið. En á sunnudaginn syngur Jón Þorsteinsson, tenorfrændi minn, sálma í berjamessunni. Og það auðvitað strangt tekið ekki hátíðin sjálf, en það svo falleg stund oft og það
við förum á Hornbrekku og spilum fyrir gamla fólkið og reynum svona að fara inn í bæinn með tónlistina og þetta auðvitað bara allt gert til þess að hafa gaman og hafa það fallegt. Það messa þá líka og það kirkjunni líka? Já. Og Berjabrönnsinn á sunnudaginn með djassi. Það þarna Marína Ósk og Mikael Máni. Þau ætla að skapa einhverja merkjaða stemningu þarna á sunnudagsmorgunin. Og hvar fer það fram? Á Kaffi Klöru. Kaffi Klara, já, hún vega mikill punktur þarna. Já. Og þú hefur haldið utan þessa hátíð undanfarin ár, ekki satt? Já, ég hef haldið hann utan hana, einmitt, og við erum líka með fólk af svæðinu eins og Edda Björk Jónsdóttir sópran. Hún ætlar að líka koma fram og hún búsett á Siglufirði. Og það náttúrulega svolítið mikið skemmtilegt að þessi göng skuli vera til þegar svona hátíðir og það bara hægt að fara á milli og Finnið ekki fyrir þessu sterkt, bara fyrir og eftir göng? Ég finn fyrir því sterkt, já. Ég finn fyrir því að já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því en mér finnst svona eins og að sérstæða hátíðarinnar hafi styrst vegna þess að það núna svolítið vilji til þess að segja við erum saman en við erum líka ólík og það mikið þakklæti oft finnst mér svona sem ég fæ tjáð að vera með svona hátíð og koma með þessa tónlistamenn í bæinn og svona og þetta svona tilbreyting hef ég heyrt. Einhver leið að vita hversu margir koma á hátíðina eða það engin talning kannski skipulögð? Það alveg, geturðu giskað? Í fyrra héldum við að það hefði verið með öllum viðburðum og öllu svona 400 til 500 manns. Já, það ekki bara flott? Fyrir sígilda tónlistarhátíð, þetta bara alltaf happdrætti, þú veist. Það yndislegt að bara sjá marga aftur og aftur og hérna eru alltaf glaðir. Fasta gestir. Þú sjálfur celloleikari, býrð í Reykjavík en starfar oft hérna með Norðlensku sinfóníunni? Já, ég er töluvert búin að vera fyrir norðan núna. Þorvaldur Bjarni hérna og konan hans, Þórunn, eru mjög virk í að skipuleggja ýmislegt og ég hef fengið að taka þátt í nokkru af því. Það mjög skemmtilegt. Þannig að þú getur svona vökvað ræturnar í Ólafsfirði við og við? Já, ég get það. Það mjög gaman. Við hvetjum bara alla til að leggja leið sín í Ólafsfjörð helgina og þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn, Ólöf. Takk fyrir það.